Já, góðu hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á föstudagskvöldi, föstudagskvöldi fyrir hvítasunnu. Það komið vor og það að koma kreppa. Og við höldum áfram að ræða svona ástandi í samfélaginu í upphafi kreppu. Og til að hjálpa mér í kvöld, þá eru hingað komnar Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir. Hún þjóðfræðingur og fyrrum þingkona, landskunn kona. Ásta Lóa Þórsdóttir, sem formaður hagsmunasamtaka heimilanna og kennari. Þuríður Harpa Sigurðardóttir, sem hefur verið hérna nokkuð sinnum áður, formaður Öryrkjabandalagsins. Og Alma Hafsteins. Hún fíkni og fjölskyldumarkþjálfi og barátta gegn spilakössum. Við ætlum að spjalla ástandið í samfélaginu. Mér langar að byrja á þér, Alma, því að þú stendur í svona baráttu fyrir hönd spilafíkla og aðstandenda þeirra og ert að berjast fyrir því að spilasölunum verði bara lokað. Þau var lokað í tímabili í COVID og það þurfti svolítið ít og eftir því að það gert, en nú búið að opna á aftur. Hvað snýst þessi barátta ykkar og þín? Já, sæll. Ég í grunninn snýr hún að því að við erum í rauninni bara að óska eftir að rekstraraðilar spilakassa standi með ábyrgari og kannski mannlegri hætti að þessum rekstri. Það svona upphafið af þessu. Og þegar ég legg á stað 2016 og fer að kynna mér þessi mál og fer svona að rýna í lögin á bakvið þessi leyfi, að þá bjóst ég nú svona, já, ég var nokkuð viss þetta væri skothelt. Þetta bara þesslega starfsemi að ég mig óreiði ekki fyrir því að það væri eins mikil óreiða á þessum málaflokk og komið hefur í ljós. Og þetta virðist vera svona, hvað maður að segja, villta vestrið svolítið. Það ekkert eftirlit með þessu, ekki neitt. Og það einhvern veginn virðist, það veit enginn hvað hann að gera. Það einhvern veginn allir svona, það allir bara að telja peninga og það eiginlega gaman nema hjá spilafíklunum sjálfum. Og svo hefur þetta bara einhvern veginn svona undið upp á sig. Því að þessi hópur, hann einhvern veginn látinn algjörlega afskiptalaus og hann á svona í rauninni í engin hús að venda. Hann getur hvergi leitað sér aðstoðar. Það enginn í keðjunni sem hefur nokkurn hag eða hagsmuni af því að aðstoða hann eða þó var ekki nema bara að skaðaminnka það sem hann að spila. Þannig að, já, það svona þannig byrjaði þetta og síðan náttúrulega höfum við bara, hópurinn hefur verið að stækka og það að bætast við bæði spilafíklar, aðstandendur og bara hreinlega fólk sem lætur sig þetta mál varða, finnst þetta siðlaust og eins og kemur fram, ég formaði samtaka áhuga fólks spilafíkn og við létum gera fyrir okkur Gallup-gerði könnun núna í lok apríl, einmitt þegar spilakassanir voru lokaðir. Og þar kemur bara í ljós að 86% landsmanna vilja loka spilakössum til frambúðar. 94% landsmanna eru ekki að spila í spilakössum. Og þá eru bara eftir spilafíklarnir, þannig að þetta bara verið að gera út á veikt fólk. Fjáröflun, þar sem að akurinn veikt fólk. Það bara svo og það hefur bara komið í ljós og því meira sem að ég hef talað við fólk og kynnt mér, þú veist, kynnt mér þetta í þaula að það vita það allir. Rauði kross Íslands veit, Landsbjörg veit, SÁÁ veit og Háskóli Íslands veit. Það vita allir hvaða hópur þetta og það sem að svolítið óhugnanlegt við þetta að þessir einstaklingar eru búin að vera að tala við þessi samtök, þú veist, þeir eru búin að vera að leita til þeirra í örvæntingu, þú veist, einhvers konar von einhverju hjálp og
og ekki að fá hana. Og það sem er kannski alvarlegast í þessu að þetta eru þesslega samtök að við sem Íslendingar, við treystum þeim. Við treystum Rauða krossinn. Við berum óbúslega mikið traust til Landsbjargar. Fyrsta sem mönnum dettur í hug þegar við tölum fíknisjúkdóma, það er SÁÁ. Og þessir aðilar hafa í rauninni að mínu mati brugðist samfélaginu okkar með því að stinga hausnum ofan í sandinn og ekki tala spilafíkn eins og hún af því að þá eru þeir að ráðast á sjálfan sig. Og það finnst mér ofsalega alvarlegt og sorglegt. En baráttan, það annars vegar eftir, þetta ekki smáræði stofnanir svo nefnir, Háskólinn, Rauði krossinn, Landsbjörg, ef það væri svona spurt virðingu stofnana í samfélaginu og trausti stofnana í samfélaginu, þá myndu þessi fyrirbrigði raða sér mjög ofarlega á listan. Hinum megin ertu með spilafíkla sem hópur sem eiginlega í myrkri á sér litla rödd, fáir hugsa til. Þetta svolítið erfitt að byggja upp baráttu þar sem hópurinn sem þú berjast fyrir eiginlega utan borgarmúrana. Það hefur ekki verið lyft inn, það ekki reiknað með honum í venjulegri heilbrigðisþjónustu eða félagslegri aðstoð, það ekki getið þennan sjúkdóm eða þennan vanda neins staðar í kerfinu. Það eins og enginn þurfi að bera ábyrgð á því, ekki ríki og ekki borg og eins þar. Þetta ójafn leikur. Hann rosalega ójafn og og þetta ekkert þetta ekkert auðveldast ég hef skrifað það og rætt að ég vildi óska að ég var að kljást við eitthvað slímugan ógeðs kall sem að allir væru sammála að væri grimmur og það myndi allavega einfalda þessa baráttu en þetta akkúrat það sem þessi samtök hafa treyst á. Þau hafa treyst á það að þessi hópur, hann skammast sín svo mikið að hann mun ekki koma opinberlega fram og í 27 ár hafa þau nýtt sér það og það bara búið. Það búið. Þau eru að stíga fram. En Ásta Lóa, Hagsmunasamtök heimilanna að þau eftir hrunið 2008 þá stigu fram svona skuldarar, fólk sem að skuldaði og sem að þótt ekki fínt, fólk sem að var í hættu við að lenda í gjaldþroti, fólk sem að hafði kannski fáa málsvara frammi fyrir bönkunum, íbúðalánasjóði og traustum stofnunum samfélagsins. Finnst þér hljómaði þegar Alma að lýsa svona valdastöðunni í baráttunni, rifjaði þetta upp fyrir þér hvernig staðan var fyrir 2008? Já, það gerði það, þó þetta sé ekki líkt í rauninni, að þá samt sem áður, þá þetta mjög ójafn leikur, það nú eitt, sem að þú reynda nefndir þegar þú varst að svarinni, að þetta mjög ójafn leikur og svo sagði hún það vita þetta allir. Og þetta nákvæmlega líka það sem við höfum verið að berjast við, það vita það allir. Hver einasta manneskja inn í stjórnkerfinu veit að það var brotið á skuldum eftir síðasta hrun. En það ætlar enginn að gera neitt. Af því að þar með þurfa þeir að viðurkenna að það hafi verið gerð mistök, að það hafi verið framið lögbrot og þetta kemur inn á pólitíska myndina og þessara flokka og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að við stöndum að þessu leyti, þá þetta mjög svipað og svo þetta með skömmina. Það hefur aldrei þótt fínt á Íslandi að vera í einhverjum vandræðum fjárhagslega og þykir það ekki enn. Og það var eiginlega þegar maður lítur tilbaka og ég man eftir þessu sjálf að maður upplifði það alveg að það var svona næstu því farið markvisst í eitthvað sem kalla mætti public shaming. Þið verða að afsaka að ég ekki með íslenska orðið við það. En það sem að fólk var svona látið skamma sín, það hafi farið óvarlega, það hafi verið sér hurðarásum öxl, allir þessi frægu flatskjáir og ég man ekki hvað og hvað fólk átti að hafa gert. Sem að reyndar líka þegar tala verið alla sem rifu allt út úr húsunum sínum og allt þetta, að ég þekki persónulega til dæmis ekki marga sem gerði það á þeim tíma.
ég veit það var til, en ég held reyndar að mikið af því fólki, bara hreinlega fólki sem svo fékk afskrifað, skiljiði, en ég bara segja að það var farið þarna í, þú veist, það bara einhvern veginn skuldar að skriðu svona bara eiginlega í sitt hotnið og hver og einn skammaði sín þar. Og það sem að mér finnst svo mikilvægt að við bara ræða það sem að líka er að gerast núna, þetta má ekki gerast aftur. Það sem gerðist þá var í raun ekki skuldurum að kenna. Þetta var ekki út af því að fólk hafi reisið hurðarásum öxl og allt þetta. Þetta var út af því að þjóðfélagið hrundi. Og skömmin, ég bara man mig sjálfa mig að þegar ég loksins, ég fór náttúrulega uppgötaði þetta, svona, ég man ekki alveg hvar í ferlinu en töluvert áður, alveg einhverjum árum áður en ég svo steig fram með mína baráttu, að þú veist, þetta er ekki mér að kenna. Ég hef ekkert að skammast mér fyrir. En það eru bara ekki allir sem að einhvern veginn ná að rísa upp úr því. Og þetta er alveg gríðarlega mikið tæki, eins og Alma sagði líka, þarna spilafíklar hafa bara verið í felum og enginn hjálpar þeim og það er engin samstaða af því að þeir eiginlega bara skamma sín allir. Og það sama var svolítið með skuldara og hagsmunasamtök heimilanna komu inn í það. Þannig að, og mér finnst þetta þarf, eins og ég segja, passa gríðarlega vel að gerist ekki núna og er eitt af því sem við erum að leggja mikla áherslu á við alla þá sem við erum að tala við. Skuldarar eða fólk sem lendir í vandræðum út af COVID-19, það er ekki að lenda í vandræðum af því að það kann ekki fara með peninga og það þarf ekki að fara með það í fjármálafræðslu að kenna því heimilisbókhald. Það er bara mótkvæði að koma með svoleiðis. Á sama tíma og þetta eru ágætis dæmi út af fyrir sig, þú veist, og allt það, ekki fara að koma með það í þessu samhengi. Þuríður Harpa, það öryrkjar þegar þeir fara að berjast fyrir sínum hagsmunum, þá þurfa þau að koma innan úr myrkrinu og svo til viðbótar að þá er mikill fjöldi öryrkja sem eru að berjast við fátækt og fátækt er eitthvað sem að fólk verður fyrir, það er ekki það sem að fólk býr til eða óskar sér. Þannig að það er kannski tvískipti á ykkur, annars vegar að þegar öryrkjar koma fram og þurfa að berjast fyrir hagsmunum sínum fyrir út af fötlun sínum eða sjúkdómum og svo kannski með vaxandi þunga undanförnum árum að koma fram sem fátækt fólk. Þannig að finnur til samsvörunar með spilafíklunum og skuldurunum, hvernig svona bara þannig samsett? Já, ég allavega get alveg kveikt á því það er að tala um þessa skömm sem fylgir þessu og skömmin fylgir auðvitað orðinu að vera orðin öryrki, það hefur verið rótgróið hérna í okkur samfélagi, það sé eitthvað sem er skammarlegt og það sé bara eitthvað fólk sem nennir ekki að vinna eða er bara svona ekki alveg fólk sem er með kveikt á öllum ég veit ekki hvernig maður að útskýra og svo náttúrulega að vera öryrki og vera á örorku- og lífeyrisgreiðslum, þetta er náttúrulega eins og þú segir tvíþætt, þetta er réttindabaráttan fyrir því bara að ná fram réttindum og geta lifað með ákveðinni reisn og svo er það líka hitt að geta lifað af framfærslunni sinni og það er það sem að þess vegna er mest þungin orðið í dag að við náttúrulega þessi hópur var skilinn eftir í hruninu og lofað að það hysjaður upp aftur eins og aðrir, það hefur ekki gerst ennþá og við sitjum dálítið bara svona ennþá eftir og við erum að reyna að og þetta bara að vakja athygli á þessu og þarna er að því að tala fólk kom ekki fram en það er svo margt fólk sem er innan sem er flokkarsendur öryrkja, eru með örorku og er langveikt fólk sem verður bara veikist eða fólk sem bara dettur úr á vinnumarkaði eða fellur úr á vinnumarkaði vegna veikinda eða slysa, það er bara orðið búið líkamlega og andlega og það uppgötar það að kerfið sem það er búið að vera að borga í kannski fjölda áratugi að það er ekki að duga framfærslan þegar það lendir í þessari ógæfu að geta ekki lengur unnið og það er svona þessi þungi sem maður sér og finnur skilur og hvernig má það vera að þú borgar alla ævi þína skatta og skyldur og slíkt og þegar í þeirri trú að þegar eitthvað komið fyrir þig eða einhvern annan sem tengir sér hvort sem börnin eða foreldrar, frændur eða frængur eða systkini að þá sé kerfið raunverulega að bregðast við og kerfið er ekki að gera það hjá okkur í dag þar sem örorkulífeyrir er svo lágur að hann er langt undir atvinnuleysisbótum og langt undir
lágmarksframfærslu eða lágmarkslaunum og ég held að þetta við erum bara þetta bara fólk allstaðar úr samfélaginu, mismunandi mennta fólk sem lendir inn á örorku vegna þess einfaldlega að það gerist eitthvað sem var ófyrirséð og þetta fólk að stíga fram og segja frá. Það býr orðið við óbærslega fátækt, það að ef það á í húsnæðinu sínu, þá það að borða herbergin sín út, sko, það að borða sig út á gattinn og endar síðan í algjöru fátækt. Og þetta náttúrulega alveg óásættanlegt að okkur sé boðið upp á þetta og það skuli í raun og veru viðgangast af hálfu stjórnvalda að hafa þetta svona. Er það þín reynsla að fólk sem að fær örorkumat og fer á örorku að það komið í óvart hvað ríkisnetið okkar veikt, að það standi það í trú að við lifum í þannig samfélagi að það grípi alla, svo þegar fólk lendir í þessu þá fær það raunverulega áfall við að sjá hversu veikt öryggisnetið er. Já, það algjörlega og við lifum í svona einhverju blekkingu og það ekki þannig að fólk sé sko eitthvað ósátt við hvernig meðhöndla sjúkrastofnunum eða heilbrigðiskerfinu eða slíkt sko. Það aðalega bara þegar þarf á því að halda að hafa framfærslu að þá bara sér það að hún engan veginn að duga og fólk að lenda bara í óbærslegri fátækt sem að opinberaðast alveg svakalega núna í þessu COVID-i af því að mjög margir sko hafa leitt í hversu fátækir að fundi leiðir til þess að lifa mánuðinn með því að fara á milli hjálparstofnana, fá inneignikort hjá kirkjunni eða matarbóka hjá mæðrastyrksnefnd eða borða hjá Samhjálp eða eitthvað, þegar menn hafa bara verið svínbeygðir niður í þetta. Og þetta opinberast rosalega núna þegar fólk var einangrað heima og hafði ekki þessar bjargir. Kunni ekki á þær og satt uppi bara með allt í ég hef ekki til að borða. Og þetta var miklu alvarlegra heldur en ég hélt og ég sá það náttúrulega í umræðinu og ég heyrði í kirkjunni, hjálparstofnunum þar, að þar hefur bæst við sko, það hefur aukning milli 60% næstu núna í mars og apríl, með við sama mars og apríl í fyrra og þarna að koma inn einstæðar fatlaðar mæður sem sem stærstu hópur sem hefur ekki verið áður þannig að sko fólk leynir þessari sko að vera svona fátækt, ekki nóg með þessu öryrki, heldur eftir alveg óbúslega fátækur og það leynir það jafnvel fyrir fjölskyldur sína ef það kemst upp með en núna það bara gerðist að þetta opinberðast. Ólína, stjórnmál stjórnmálaþróunin undanfarna áratugi hefur svolítið verið svona það að koma inn mál sem áður voru í þögn, kynbundið ofbeldi gagnvart börnum, alls konar mál, kúgun, samkynhneigðir og fleira og þetta heldur áfram að ég er svona velta fyrir mér því að maður getur fallist hendur þegar maður er að hlusta á þetta, hvað við erum raunverulega kannski slemmt samfélag. En getur maður horft á þetta sem jákvætt að þetta sé svona hægt og bítandi að lagast eða hvað þolinmæði maður að hafa fyrir þessu? Sko ég held við eigum náttúrulega ekki að hafa neina þolinmæði fyrir þessu. Rýmið sem þú nefndir þegar við vorum að undirbúa okkur fyrir þáttinn núna rétt áðan, rýmið í sko stjórnmálunum og rýmið í samfélaginu hefur svo lengi og allt of lengi verið helgað miðaldra velstæðu fólki, millitekju og millistéttarfólki, heilsuhraustu, helst á hægri vængnum eða tilbúið til þess að vinna með stjórnmálaflokkum á hægri vængnum. Rýmið hefur verið bara helgað þessu. Stjórnmálin hafa tekið mið af þessu, umræðan hefur tekið mið af þessu og þessir hópar sem við erum að nefna núna hér í dag eins og þessir hliðarsettu hópar, fátækt fólk, fíklar, fólk sem í mörgum tilvikum eins og Þuríður benti á felur stöðu sína, treystir sér ekki til að gangast við henni vegna þess að það hefur verið hliðsett.
Og auðvitað þetta náttúrulega grafalvarleg menningarleg meinsemd, viðhorfs meinsemd, þegar öll athyglin og allt ljósið, öllu ljósinu alltaf varpað á það sem uppljómað fyrir. Þetta bara alvarlegt vandamál. Það þetta vaxandi fátækt á Íslandi í dag og við höfum verið að sjá það á síðustu árum. Fátækt og líðan barna sem hefur verið mæld, þúsundir barna sem að líða andlega og félagslega fyrir stöðu foreldra sinna til dæmis. Og ýmis mál sem að hafa ekki verið ávörpuð eða eru fyrst að koma upp í dagsljósi núna. Og þetta náttúrulega sérstakt áhyggjuefni kannski í dag, núna þegar við stöndum frammi fyrir á þessum svokölluðu óvissu tímum eftir COVID ástandið og vitum að handan við hornið eða bara alveg á næstu grösum bíður okkar alvarlegasta efnahagskreppa, ástand sem hefur verið kallað alvarlegasta efnahagskreppan í 100 ár. Og hvar eru þá þessir hópar staddir? Og við sjáum líka til dæmis eins og bara, nú hefur heilbrigðiskerfið verið gjörsamlega náttúrulega undirlagt af COVID-inu síðustu vikur, eðlilega. Það hefur þurft að ýta ýmsum hlutum til hliðar á sama tíma og þau mál hverfa ekki neitt. Það safnast inn á biðlistana vegna annarra aðgerða sem eru látnar bíða, liðskipta aðgerðir, jafnvel krabbameinslækningar, bara ýmsir alvarlegir hlutir sem að safnast upp í kúf og menn ætla svo að reyna að leysa með ykkur sérstöku átaki. En samfélagið bara svolítið á svolítið ögurstundu núna. Við erum bara með óhreinatauðstaflan, hann hefur safnast upp vikum saman og það alveg spurning hvernig ætlum við að byrja að grafa okkur í gegnum þennan skall? Ætlum við að nýta þetta sem tækifæri til þess að skapa betra samfélag eins og var nú mjög ríkjandi umræða fyrst eftir hrunmuniði. Þá ætlum við að fá okkur nýja stjórnarskrá, við ætlum að gera nýjan samfélagssáttmála, byrja algjörlega upp á nýtt og við sjáum hvað gerðist. Það ekki ennþá komin ný stjórnarskrá, það ekki komin nothæft auðlindaákvæði í stjórnarskrána, það búið að samþykkja hér orkupakka sem að í raun og veru enginn veit hvað þýðir og félagslegu vandamálin, efnahagslegu erfiðleikarnir í samfélaginu halda áfram að grafa sig eins og meinsemd, óleyst meinsemd. Því miður. Það fjölskyldur sem að voru barðar niður í hruninu, að það liggja ennþá. Það ekkert reistar við og það hefur verið lagað eitthvað í kerfinu, það ekki verið þeir sem að mistu húsnæði sitt í hruninu liggja bara enn. En sannleikurinn sá nefnilega, ég veit að það hljómar kannski mjög kaldrannalega, en ég hrædd að stjórnmálamenn vilji nefnilega hafa ákveðin vandamál óleyst til þess að geta dregið þau upp úr skúffum sínum þegar nálgast kosningar og farið að veifa þeim sem kosningamálum. Þannig hafa sjávarútvegsmálin verið misnotuð áratugum saman. Þannig hefur einmitt félagslegt óréttlæti verið misnotað í málflutningi stjórnmálamanna áratugum saman. Menn ætla alltaf að fara að gera eitthvað á síðasta ársfjórðungi fyrir kosningar og þá vilja menn draga umræðuna upp aftur og veifinni, en svo kannski ekki svo mikill hugur sem fylgir máli. Og ég bara satt að segja orðin mjög uggandi yfir innihaldsleysi íslenska stjórnmála, ef ég að segja alveg eins og Ég ætla bara að taka undir þetta með henni Ólínu, við sjáum þetta bara strax núna menn komin í kosningahafn og farin að dreifa brauðmálum í allar áttir inn í sín kjördæmi og ýmislegt fleira og einmitt ég hef gríðarlega áhyggjur af því að einmitt fátækt fólk verið látið bíða áfram og það sé ekki verið að fara raunverulega að leysa vandann heldur að henda einhverjum brauðmálum og ekki verið að sjá til þess að fólk hafi mannsæmandi framfærslu þannig að geti í raun og veru tekið þátt í samfélaginu, þurfi ekki lifa með skömm og við sem ekki að brjóta niður sjálfsmynd fullorðins fólks og barna þeirra endalaust. Þetta bara ótrúlegt að við þurfum að horfa upp á þetta, hvað ég segja, kreppu eftir kreppu eða krísu eftir krísu. Ég vil langar rosalega til að koma inn í þetta, vegna þess að það alveg rétt sem að sagt áðan að það fullt af fólki sem hefur ekkert enn risið upp eftir síðasta hrun og það sem ég óttast núna
að það verði þarna svipaðar leiðir og reynda var forsætisráðherra meira að segja búin að segja það að heimilunum yrði hjálpað eins og gert var eftir hrunið 2008 og ég veit að það voru fleiri en ég sem fengu bara að þetta var eins og köld sturta að heyra þessu orð og sko málið nefnilega að kerfi lifir á því að búa til vandamál og sko það sem að við erum að reyna hagsmunasamtökin núna að koma inn að þegar það kom einhverja aðgerðir fyrir heimilin sem ég vona nú að fara að bóla á núna bráðum, að þá séu þau ekki að búa til einhvers konar félagslegt vandamál úr skuldunum, að stofna einhver teymi hingað og þangað eða búa til einhverjar aðgerðir sérstaklega eða eitthvað þess áttar. Það þarf bara, það er ekkert mál að fara í þennan vanda og við reyndar hjá samtökunum erum alveg búin að koma með okkar til, hún er ekki löng, en hún til dæmis bara felst í því að það er bara frysta aðgerðir á skuldurum á meðan við erum að sjá þetta ganga yfir í staðinn fyrir að byrja strax að búa til eitthvað vandamál úr stöðu sem að sko er yfirleitt í lang flestum tilfellum eingöngu tímabundin vandi og við þurfum að leyfa þessu fólki, bara þeim sem að lenda í vanda, við þurfum fyrstulega að tryggja það að heimili verði ekki sett á hennan. Það verður að tryggja það og þú veist, og síðan þurfum við að bara hjálpa þeim til þess að komast yfir hennar hjalla í staðinn fyrir að festa þau í einhvers konar félagslegum pakka eða fátæktargildru eða hvernig maður á að segja það, eins og var gert eftir síðasta hrun. Og ég bara, þú veist, eins og ég segi, bara, það var bara að koma í það með öllum ráðum að þessi vandi verður óafturkræfur. Og við skrifuðum nú einmitt grein við Ragnar Þór daginn þarf að fleygja einhverjum útbyrðis núna vegna þess að það var bara hreinlega það sem var gert eftir síðasta hrun og málið að það þarf bara ekkert að gera það. Það sem er hins vegar grundvallar forsendan, það er að það sé ætlast til þess að bankar séu hluti af þessu samfélagi. Og ef að þeir eru hluti af þessu samfélagi, þá þurfa þeir líka að taka á sig eitthvað af þessu höggi, en ekki bara tímabundið, ekki bara þannig að þeir bíði rólegi núna og ætli svo bara draga inn aflann eftir nokkra mánuði, heldur að þeir taki eitthvað á sig af þessu höggi. Og það þýðir að það þarf á meðan á þessari frystingu stendur, þá stingum við upp á því að hagsmunasamtök heimilanna, samtök fjármálafyrirtækja og þá þess vegna umboðsmaður skuldara myndu þá fara yfir hvaða aðgerðir væri hægt að fara í, hvernig væri hægt að hjálpa skuldurum sem þá þyrfti hjálp þegar þessu lýkur. Það sagt að það sé eitt einkenni, það er eitt einkenni þessari kreppu að viðbragða stjórnvöldum var heima. Allt í einu núna er hægt að gera hluti sem áður voru kannski óhugsandi. Þú veist að nefna þarna ástalofa að skulda greiðslu skjól fyrir skuldara. Fyrirtækjunum er boðið upp á að fara í skjól við að borga launagreiðslur sínar. Ríkið kemur bara að borga launagreiðslunar eins og ekkert sé og svo getum við á fyrirtæki halda áfram. Þetta er svolítið ólíkt hvernig brugðist við gagnvart þeim sem á ekki efni, sem á fyrirtæki og ekki efni og að borga launin. Hann fær aðstoð ríkisins en sá sem á húsnæði og þarf að borga afborganirnar, hann fær ekki aðstoð enn sem komið er. Sko, þú veist, hún nefndi nú Þuríður áðan að það þyrfti að finna út hvað kostar að lifa hófsömu mannsæmandi lífi og að framfærsla verið tryggð til samræmis það. Þetta er eitt af atriðum sem við erum með á okkar stefnuskrá og annað er líka að réttur fjölskylduna til heimilis sé virtur sem grundvallar mannréttindi í samræmi við alþjóðlega skuldbindingar íslenska ríkisins. Og það er búin að nefna 2-5 atriðum og þetta, þú veist, ég hef svo mikla trú á því að útgangspunktur skiptir máli. Þú veist, ef að stjórnvöld standa og útgangspunkturinn er sá að bankarnir og fjármálafyrirtækin megi alls ekki tapa krónu og það er tryggja þeim allt, þá verður þetta skelfing. Ef að útgangspunkturinn er sá að þeir séu þátttakendur í samfélaginu og við ætlum að hjálpa fólki yfir hjallan þannig að fólk haldi virðingu sinni, séu ekki meðhöndlað eins og glæpamenn eins og var hreinlega gert eftir síðasta hrun og þú veist, bara hjálpa þessu tímabundna erfiðleika, þá erum við ekkert að fara að standa í einhverju langri kreppu, þá er fólk ekki að fara að standa í 11 ára baráttu eins og til þeim séu persónulega þurft að gera. Alma, mér langar að spyrja þig aðeins tengt þessu sem er svona hvað er hægt að gera. Að þið hafi verið að gera kröfum að spilarsönnum væri lokað vegna þess að þeir væru meinsemd og kölluðu
mikinn harm yfir fjöldafjölskyldna og svo kemur COVID og þá þeim bara lokað. Þá það ekkert mál til þess að hindra það að við getum smitast af COVID inn í spilakössunum en inn í spilasölunum. En inn í spilasölunum náttúrulega fólk að smitast af öðru sjúkdómi alla daga og það ekkert þessi munur á því sko, hvernig þetta grípa snöggt til aðgerða og svo ennið hvert þeim vandamáli sem þið hafa verið að kynna árum og áratugum saman að þá eiginlega aldrei hægt að gera nokkuð skapaðan hlut. Já, þetta var nú ekki alveg svona einfalt þó ég hefði nú óskað þess því að við byrjuðum upphaflega, við lögðum til við rekstraraðilana sjálfa að bregðast við og loka tímabundið, þannig að vissi enginn hvað var að gerast, hvað myndi gerast og ekkert okkar hafði staðið í þessum sporum áður þannig að við lögðum það til og við herjum á Rauða krossinn og þessar rekstraraðila og Háskóla Íslands. Við þurftum meira að segja að hafa samband við alþjóðadeild Rauða krossins þar sem við óskuðum eftir því að þeir myndu grípa fram fyrir hendurnar á Rauða krossinn minna heima. Því að sko þegar að Las Vegas lokaði og menn voru ennþá að þráast við heima með sjoppukassana að þá fannst okkur svona kannski botnin úr græðkinni svolítið tekinn en það var ekki fyrir en Vestmannaeyjar þeir tóku af skarið og settu inn í samkomubanni hjá sér að loka spilakössum og spilasölum að það var gert yfir allt landið. Sko það ekkert mál að loka þessum spilakössum og ég hef talað fyrir því að sko menn fengu upphaflega leyfi til að starfa með þessa spilakassa af því þetta átti að vera fjáröflun. Þetta löngu búið að missa mark sitt hvað það varðar. Þetta í rauninni bara fjárhættu spilavíti, ekkert annað. Af hverju treysta þessir aðilar ekki bara á almenningi í landinu? Því að sko þetta ekki einhver svona venjuleg vara sem að við erum að versla dagstælega og sennilega fæst ykkar sem sita á fundinum hafi farið í spilakassa á síðastliðnum 12 mánuðum. Það mun enginn finna fyrir lokun spilakassa aðrir en spilafíklar og meðan við þau viðbrögð sem ég að fá núna eftir COVID þá eru þau bara jákvæð. Ég legg til að þessi samtök og þessi góðgerðarsamtök að þau treysti bara á íslenskar almenning og ég hef fulla trú á okkar samfélagi. Við viljum heilbrigt samfélag og þetta einn hluti af því. Þetta svona, hvað á maður að segja, þetta svona ákveðið mein, krabbamein í samfélaginu okkar og ég hef bara fulla trú á því að sko sá hópur sem að raunverulega vill leggja fram frjáls framlög, hann mun gera það, hann mun koma til móts við viljum öll hafa öfluga björgunarsveitir og þannig að ég held persónulega að það yrði ótrúlega smart hjá þessum samtökum ef að þau myndu stíga fram, axla ábyrgð og bara hreinlega biðja spilafíkla og aðstandandi þeirra afsökunar og biðla til almennings í landinu að standa við baki á þeim. En á móti ykkar kröfu kemur hugmyndin um frelsi sem hefur verið svona hátt á lofti haldið. Þetta svona sambærileg rök og koma raunverulega í baráttu gegn klámi og öðru. Það á að vera prentfrelsi og tjáningafrelsi og frelsi fólks til þess að hegða lífi sem eins og það vill. Á móti ykkar kröfum kemur svona hugmyndir um það að ef ég vil fara að spila einhvers staðar þá bara má ég spila og það eiginlega sú hugmynd sem að vegur herra heldur en afleiðingarnar af rekstri spilakassana. Þannig að þau eru líka glíma við svona hugmyndir pólitískar hugmyndir hvernig á að byggja samfélag upp, að því að byggja upp á frelsi einstaklingana til þess að hegða sér bara eins og þau vilja, svo framlega sem skaði ekki aðra. Þá spurningin hver að skaða spilafíkilinn? Má ég aðeins koma inn í þetta? Endilega. Mér finnst þetta mjög áhugaverð umræða og nauðsynlegar pælingar sko, en ég velti því líka fyrir mér, af hverju þarf þetta að vera annað hvort eða, sko, það náttúrulega alveg ömurlegt að góðgerðarstofnanir og stofnanir eins og Háskóli Íslands og Landsbjörg og Rauði krossinn skuli þurfa að fjármagna sig, vera sett í þá aðstöðu að hafa megin dorra sinna fjáröflunar í þessu formi, það
sko, það líka lýsir ákveðnu samfélagslegu viðhorfi sem eiginlega mjög svona óþægilegt. En sko, að því að þú varst að tala frelsið, Gunnar, og tala sko að auðvitað ætti fólk að eiga val á því hvort það vill ganga inn í spilasal. En spurningin hérna kannski, sko, það svolítið munur á því hvort að þú veist að tala einhverja einkarekna spilasali eins og sjoppur eða bari eða nektarbúllur sem að þrífast víða, þið vitið, eða hvort að stórir opinberir aðilar eins og Háskólinn, Rauði krossinn og Landsbjörg eru sett í þá stöðu að hafa þetta sem sína megin fjáröflun. Skiljiði hvað ég á við? Algjörlega. Þá komin innbyggður hvati til þess að viðhalda þessu miklu erfiðara að afleggja það eða setja því skorður heldur en ef að þetta bara einhver afþreying í skúmaskotum einhvers stað. Sko, við höfum lagt til, sko, eins og varðandi, þú talar frelsið og þetta, við höfum lagt til... Ég skal taka það fram, ég nú bara enduróma umræðina, sko, ég ekki talsmaður þessara hugmynda, sko, þetta svona nýfrjálshyggju hugmyndi sem ég enduróma, ég bara enduróma það sem við búið við undan fyrir 40 ár. Að það stillt upp einhverju ímynduðu frelsi einstaklingsins til þess að kaupa sér humar og hvítvín á sama staðnum og þess vegna verður við að leyfa áfengissölu inn í matvöruverslunum af því einhver vill kaupa það þar og þá var það að drífa áfram hvernig áfengi selt. Ég vil bara taka slíkt dæmi. Algjörlega og sko við höfum lagt til, Norðmenn fóru til dæmis þá leið að þeir settu af stað svokölluð spilakort og þau virka þannig að þau eru bara á kennitölu og það bara eitthvað útfærsluatriði heima. En þau virka þannig að þá getur þú spila fyrir ákveðna upphæð á mánuði og eða þá á ári. Og mér minnir að tölurnar þeirra sé eitthvað stærri kring 10.000 á dag, 25.000 á mánuði og 300.000 á ári. Kosturum með þessi spilakort eru að þú getur útilokað þig og það í rauninni sko flestum löndum, til dæmis eins og Bandaríkjunum, að þá getur þú látið útiloka þig frá spilavítum og öðru slíku. Og það vantar algjörlega hér. Það sem við höfum verið að kalla eftir að við förum að tala þessu spilakassa eins og þeir eru. Ekki eins og einhverja fallega fjáröflun og allir að leggja góðu málefni lið. Því það ekki staðreyndin. Þú getur eytt 360.000 krónum á klukkustund í spilakassa. Þetta ekki og þeir sem að skoða frumvörpin og hugmyndafræðin á bak við þessar leyfisveitingar, þá var alltaf að tala litlar upphæðir frá mörkum. Það sem við erum aftur á móti að horfa á í dag að við erum að taka allt frá ofsalega fáum. Meðan við niðurstöðu könnunar sem við gerðum, þá þetta sirka 750 til 2000 einstaklingar. Á baku hvern af þessum einstaklingum eru sirka 5 til 8 aðrir. Og auðvitað þetta ofsalega falleg hugsun að hafa frjálst flæði og annað. En sko við erum með þessa spilakassa í söluturnum, við erum með þá í söluturnum sem í grennd við grunnskóla. Og þar erum við bara að tala krakka á aldrinum 13 til 18 ára. Þannig að á sama tíma þau fara í hádegismat og kaupa sér samloku og kók, þá erum við bara með kasínó, spilavíti, beint fyrir framan auguna. Það fór alltaf hliðina fyrir einhverjum árum út af tóbaki. Það bara menn hlupi hér með gardínur og skápa og lokuðu allt inni. Ég hefði bara viljað sjá þessa aðila fara fyrir þessari umræðu. Þeir geta einhvern veginn aldrei verið heiðarlegir í tali sínu þessa spilakassa á meðan að þeir eru að taka pening út úr þeim. Svo hitt, eins og hún kom inn á nólina, að sko, ég bara ekkert svo vissum, fólk talar þessar tekjur sem þeir eru að hafa í dag, eins og þetta sé einhverja sjálfsagða tekjur. Mér finnst það bara ekki og ég ansi hrædd að þeir hafa farið svolítið fram úr sér. Mögulega hafa þeir fengið meiri peninga þeir átt að fá og þannig mér finnst við, sko, ég held við þurfum að skoða bara þessi málefni alveg frá grunni og ekki tala þetta eins og þetta sé einhverja sjálfsagða tekjur, bara langt í frá. Því þeir áttu aldrei að fá að starfrækja fjárhættuspil á Íslandi. Því að sko, fjárhættuspil eru bönnuð á Íslandi og svo tala þessi samtökum
ef við lokum spilakostum að fara allir á netið eins og það sé eitthvað sjálfsagt, það bara engar rannsóknir að athuganir á bak við það, það bara því það hentar mönnum. Þú veist, það hljómar vel. Á sama tíma eru sömu aðilar að gagnrýna, til dæmis eins og SÁÁ, þeir eru að gagnrýna áfengisölu í matvöruverslun. Þeir eru í samstarfi með söluturna sem eru með vínveitingaleyfi, að því hluti af þessum fyrirtækjum verða að hafa vínveitingaleyfi til að hafa spilakassana sem SÁÁ á. Og ég veist bara, þú veist, og í þessari þú veist, verum bara heiðarleg, tökum þetta allt upp á borðið og förum það. Ég ætla bara að taka undir þessu, má ég aðeins taka undir þessu orð með Ölmu, en sko það sem að vantar kannski það er ábyrgð, að menn sýni ábyrgð ef þeir eru með svona, mér finnst þetta góð hugmynd þess að bara með þessu kort að þú spilir fyrir einhvern ákveðin pening. Þarna sé auðvitað er þetta forsjárhyggja, en hún er bara alltaf nauðsynleg, sérstaklega á svona stöðum. Og það að fólk fari á netið, það er, ég veit að það er mjög mikið sótt í það að fá leyfi til þess að vera með einhvers konar svona kasínó á netinu á Íslandi og opna fyrir það, og það eru auðvitað stjórnvalda að verjast því, og þá líka að setja eitthvað reglur þannig að einstaklingar sem eru í þessum business er að reka svona spilakassa og slíkt, að þeir sýni ákveðna ábyrgð. Það var að draga það til ábyrgð, hvernig ætlar að gera þetta? Ef þú ætlar að reka svona, hvað gerur til þess að sýna ábyrgð? Og þannig að fólk sé ekki spila húsið sitt út úr höndunum, til dæmis. Ólína, þú talar um svona gölluð stjórnmál. Þannig svona dæmi mál, markam á þessu könnun að vel yfir 80% af þjóðinni vill bara loka þessu. Það er ekki gert, við þekkjum dæmi þess að svipað hlutfall þjóðarinnar vill að auðlindir hafsins séu í eigu þjóðarinnar, svipað hlutfall vill byggja upp opinbera heilbrigðisþjónustu. Við getum haldið endalaust áfram, svipað hlutfall vill hækka lágmarkslaun, vill tryggja það að öryrkjar og eftirlaunafólk, að þess ekki vera að skattleggja fátæktina þeirra, áfram. En stjórnmálin eru bara ekki þannig. Það eru svona 70-80% af þjóðinni sem er fylgjandi alls konar uppbyggingu samfélags, sér fyrir sér svona samfélag réttlætis og sanngirni og jafnaðar, en stjórnvöld eru bara ekki þar. Þau eru bara í ykkur öllu og allir stjórnmálaflokkarnir, bara meira og minna. Já, sko það er nefnilega þannig, og það er mín bitra reynsla af mínum kynnum af íslenskum stjórnmálum, að stjórnvöld eru oft á tíðum leiktjöld fyrir allt önnur öfl, bara mjög samansúrruð hagsmunaöfl sem að ráða gangi mála. Þau eru hinn kaldi djúpi undirstraumur sem ræður ferðinni í íslensku samfélagi. Og stjórnmálamennirnir, eins og ég sagði áðan, þeir draga upp vandamálin og réttlætismálin fyrir kosningar, eru með þau inn í stjórnarsáttmálum, hvað þá annað, svo gerist ekki neitt. Vegna þess að það stendur aldrei til að breyta, það stendur bara til að hafa ákveðna áferð á stjórnmálaumræðunni, tala um réttlæti, jöfnuð, mannréttindi, borgaraleg réttindi, en svo þegar til á að taka, þá kemur skrímslið upp úr undirdjúpunum og grípur bátinn og dregur hann þess vegna með sér niður ef svo er. Og hvaða skrímslið er þetta? Það eru bara sérhagsmunaöflin á Íslandi. Við sjáum til dæmis hvernig stórútgerðin stjórnar bara atburðarásinni varðandi alla umræðu auðlindamál og sjávarútveg og fiskveiðistjórnun. Af hverju ósköpunum erum við ekki búin að koma nothæfu auðlindaákvæði inn í stjórnarskrá? Það hafa stjórnarskrár nefndir hver af annarri síðustu 40 árin ályktað þetta mál, að til dæmis varðandi nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar, að það sé eðlilegt að arðurinn af henni fari í auknum mæli inn til samfélagsins. Síðustu 2 auðlindanefndir hafa komist að þeirri niðurstöðu að það væri eðlilegt að hafa stofna svokallaðan auðlindasjóð sem taki við tekjum og afrakstri af nýtingu auðlinda, hvaða nafni sem það nefnast, orkuauðlinda, fiskveiðiauðlindarinnar og svo framvegis.
og þetta hefur aldrei nokkuð tíman komist í neitt námunda við það að geta kallast komist í framkvæmd og umræðan hefur í raun og veru aldrei komist á neitt nothæfan skrið í þessu máli. Eins og í sambandi við fiskveiðistjórnunina. Auðvitað erum við sammála um það að það þarf að stjórna fiskveiðum með einhverjum hætti. En það skiptir auðvitað máli að fiskveiðum sé þannig stjórnað að það eigi einhverjir möguleika á því að komast til dæmis inn í atvinnugreinina, að það sé einhver nýliðun möguleg, að nýting auðlindarinnar í formi fiskveiðiheimilda sé tímabundin réttur sem að útgerðin leigi af þjóðinni og leigi til 12 ára, 20 ára, tíminn ekki aðalatriði, en að prinsippið sé viðurkennt. Að þannig að þegar menn að skrifa síðan stór fyrirtæki sín og eignir yfir á erfingja sína og börnin, að það þýðir þá ekki bara sjálfkrafa framsal veiðiheimilda og ótímabundins nýtingarréttar af fiskveiðiauðlindinni. Þetta náttúrulega bara svo mikið himinhrópandi óréttlæti og þetta sér náttúrulega almenningur ef að fólk vill sjá þetta, þá sér það. Þetta sjá líka stjórnmálamenn. En það aðeins ein ástæða fyrir því að auðlindaákvæðið ekki komið inn í stjórnarskrá og að stjórnarskrármálið búið að vera í algjörum í fjötrum síðustu ár og það það að stórútgerðin mun aldrei samþykkja það að það komist inn í stjórnarskrá. Hún á allt sitt undir því að halda þessari auðlind í sínum heljargreipum og hleypa engum sjónarmiðum að sem að styrkja frekar almannarétt í þessu máli heldur en orðið Og það bara ástæðan fyrir því að það allt í járnum. Þannig það eru kannski 10-15 fjölskyldur sem að ráða og við hindar ráðum engu. Já, og við sjáum líka bara hvernig þetta hefur verið að kristallast núna bara til dæmis bara upp á síðkastið í viðbrögðunum við COVID ástandinu. Þegar hlutabótaleiðin sett á laggirnar, þá ekki einu sinni reynt að girða fyrir það að fyrirtæki sem eru með eigur sínar í skattaskjólum, eru með fjármuni í skattaskjólum erlendis og að greiða sjálfum sér 100 milljóna í arðgreiðslur. Það ekki einu sinni girt fyrir það að slíkir aðilar geti sótt hlutabæturnar í upphafi. Og það þurfti bylgju, holskeflu, almenningsálits og mjög þungrar umræðu til þess að menn sæju sóma sinn í því að aðeins út úr því þegar til kom. En menn gengu vitandi vits inn í þetta. Þeir vissu, það var búið að vara við því að þessir ágallar væru til dæmis á hlutabótaleiðinni og það var ekki hlustað á það. Eins og það væri bara eitthvað heiðursmannasamkomulagi í gildi, það myndi bara allir sjá það að það væri ekki ástæða, það væri ekki nokkuð maður að misnota þetta. En hvað kom svo á daginn? Men ef það hægt að misnota, þá á misnotkunin sér stað. Og fjármagnseigandur og auðvaldið á Íslandi, það hefur bara sannað sig í gegnum tíðina. Það fer alltaf sínu fram. Ástalló, upplifir þú stjórnmálin á Íslandi sem svona bara einhver leiktjöld? Já, og svo á bakvið þar eru teknar ákvarðanir og það sem er verið að sýna okkur bara leikrit? Já, mér finnst, ég get bara tekið undir mjög margt að þessu sem á eiginlega allt held ég bara því sem Ólína sagði, en mér langaði einmitt svolítið til að koma að þessu með leiktjöldin og þessu gölluðu stjórnmál. Eins og til dæmis, svo ég taki nú bara þennan málaflokk sem ég í, að eftir hrun að þá voru búin til gríðarlega mikið leiktjöld og embætti sem heitir umboðsmaður skuldara og þetta var í rauninni, eins og þú sagði líka, fjármagnsöflin fara alltaf sem fram. Þetta embætti sem starfar, kostað af fjármálafyrirtækjunum og hlutverk þess var í rauninni aldrei að hjálpa skuldurum, heldur var það fyrst að matreiða það fyrir fjármálafyrirtækin. Og þetta eru leiktjöld, ekkert annað. Og þessi leiktjöld hafa kostað 5 milljarða frá hruni. Að reka umboðsmaður skuldara? Umboðsmaður skuldara, embætti umboðsmaður skuldara, sem að núna með 17 starfsmenn og var á tímabili með held ég yfir 80 og sem sagt, og eins og ég segi, bara samkvæmt þeim lögum sem sett voru í kringum og líka bara samkvæmt því hvernig embættið hefur verið þróað, þá hlutverk þess fyrst og fremst í rauninni að finna ástæður fyrir því að hafna umsóknum aðstoð. Og síðan ef það samþykkt þá var fólk fyrst að gangast undir
mikla kröfur og fara í gegnum mjög auðmýkjandi prósess, þar sem að fara í gegnum alla þeirra eyðslu eins og þetta hafi verið þeim að kenna og það sem að meðal annars þykir vera óþarfi að börnin sé í tómstundum og annað þess háttar og það spurt út í allt. Og tilgangurinn að ná þeim til þess að þau koma þeim á þann stað að þau geti staðið undir kröfum bankana. Umboðsmaður skuldara hefur aldrei, ekki einu einasta tilfelli, dregið í efa þær kröfur sem bankarnir koma með. Aldrei. Og margar þeirra voru ólöglegar. En það ekki hennar hlutverk og hún gerir það ekki. En á meðan, og það sem stjórnmálamenn gera að þeir búa til kerfi sem að þeim hagstætt. Kerfi sem að ruggar ekki bátnum. Embætti sem að í rauninni fer að vilja þeirra. Og þess vegna þykjum við hjá hagsmunasamtökunum verulega óþægileg. Af því að við höfum tekið slægin, við höfum sagt þetta má ekki, við erum í dómsmálum. Það ekkert smá sem þessi samtök hafa gert og hvað hafa þau fengið á þessum tíma, með minnir, ég sé að fara rétt með, að það séu kringu 20 milljónir sem að hagsmunasamtök heimilina hafa fengið á þessum 11 árum frá stjórnvöldum og meðan umboðsmaður skuldara hafa fengið 5 milljarða. Og á sama tíma það kemur miklu meira frá okkur, við erum miklu virkari, við berjumst. Hún berst ekki, hún tekur bara við og segir bara, ég ætla að setja þig í fjármálanámskeið svo þú getur staðið undir þessu. Og ég meina, þetta til þvílíkra skammar og við erum búin að senda erindi til félagsmálaráðherra, hann ekki búin að svara því og ég ekki búin að birta opinberlega en á eftir að gera það, við erum búin að senda erindi til hans, þar sem við förum bara fram á í nafni jafnræðis, þá eigi skuldarar að geta valið hvert leita og við förum fram á það að hagsmunasamtök heimilina fái jafn mikið til að reka sig eins og umboðsmaður skuldar fær. Og mér finnst það bara ekkert ósanngjörn krafa, hvort sem að þeir ákveða að skipta einhverju jafnt á milli okkar eða gefa okkur bara jafn mikið. Mér finnst það bara ekki ósanngjörn krafa. Og í rauninni fyrir skuldara, við höfum með þetta sem við höfum í sjálfboðavinnu, með 2 starfsmenn sem samtals í 50% starfi, okkar launakostnaður á mánuður 500.000, við höfum gert meira og við höfum hjálpað að minnstakosti jafnmörgum umboðsmaður skuldara og mun virkari hátt. Menna, þið verður bara fyrirgefa, en ég bara verð virkilega reið þegar ég hugsa þetta. Mér Þuríður Harpa, umboðsmaður skuldara vinnur ekki fyrir skuldara, upplifun skuldara. Tryggingastofnun ríkisins, það upplifun öryrkja að hún sé að vinna fyrir öryrkja? En það ábyggilega eitthvað misjafnt, en við höfum auðvitað það sem við fáum inn á borð til okkar inn í Öryrkjabandalag, það auðvitað fólk sem upplifir akkúrat að Tryggingastofnun sé ekki að vinna fyrir það og það treystir henni ekki. Það treystir ekki að afgreiðslega sé rétt og það, en það er svo sem hefur það sýnt sig að það hefur gerst að hún ekki rétt, oftar en einu svona oftar en tvisvar. Og þannig að það já, það bara og mjög erfitt að fá hana til að reyna rétt þegar það sýnt fram og hún hefði ekki gert rétt. Já, það er mjög erfitt og hún hefur sett núna stjórnsýslu úttekt og við bara bíðum að sjá hvað skilar. En ég vona að það skili allavega því að hún breyti aðeins um takt og verði meira svona sinni upplýsingagjöf. Ég meina, hún á ríkari, Tryggingastofnun á ríkari eða ber ríkari kröfur, hefur ríkari kröfur til þess að sinna upplýsingagjöf til sinna notenda og þá sem hún að þjónusta. Þannig það er einfaldlega þannig hópur og hún á að reyna aðstoða fólk eins og hún getur og ég hef ekki alveg séð það gerast. Ég hef til dæmis að núna var verið að breyta eða var að koma endurreikningur á fólk fyrir síðasta ár. Og síðasta ári þá var tekin upp þessi, ég veit ekki hvort ég geti kallað þetta þessi samtímakeyrsla eða rauntímakeyrsla eitthvað álíka, þannig að þú ef þú hefur tekjur, fara allt í einu vinnu, að þá það tekið með á þeim 2 eða 3 mánuðir sem það þannig að það ekki allt árið undir, heldur bara einhver 2 eða 3 mánuðir og ég veit að fólk sem að fá endurreikningi núna að reyna að lesa út úr því sem að fá, það skilur hvorki upp eða niður og við erum að fá rosalega
mikla fyrirspurn hjá okkur sem auðvitað ætti að fara bara beint inn á TR þar sem fólk á bara að svara og útskýra. En við erum ekki Það er svolítið almenn, hérna þegar maður er að tala við öryrkja, þá er svolítið almenn svona tilfinning fyrir að Tryggingastofnun sé að reyna að láta þau fá eins lítið og mögulegt láta þau vera ganga eins langt á eftir því og mögulegt Ég hef ekki ennþá hitt öryrkja sem að tala Tryggingastofnun sem svona sína stofnun. Nei, það er líka, þetta er stofnun sem á að þjónusta fólk sem að kannski, já, bara veikt eða hefur fengið heilaáfall eða með einhverjar hamlanir, fætt fatlað og alls konar og það treystir á að úrlausn mála eigi að vera svona góð hjá þessari stofnun, það fái rétt sinn þarna út, en upplifunin fólks samt ofboðslega mikið svo að það er lítið á þessum svindlara, það er allt vébfengt sem það segir að gerir. Það er hundelt út yfir gröf og dauða ef að kemur upp að það hefur einhverstað tekjur allt í einu og óvart bara eða eitthvað, tæmist arfur eða eitthvað gerist, en leið og einstaklingurinn kannski eignast barn eða eitthvað slíkt, að þá allt í einu, þá er enginn sem að segir, heyrðu, já, þú átt nú rétt á barnalífeyrir. Það er eins og eitthvað sem að hún gleymir alveg og kemur hvergi fram. En þannig að þetta virkar dálítið svona. Já, hún mætti allavega, Tryggingastofnun sem slík mætti bæta sig töluvert í að þjónusta og upplýsa notendur þessara stofnunar. En þetta ekki líka bara svolítið gegnum gangandi í þjónustu hins opinbera við íslenskan almenning? Mér hefur bara fundist sem margar svona lykilstofnanir sem eiga að vera samkvæmt laganna hljóðan í mikilvægu þjónustuhlutverki eins og Tryggingastofnun, eins og umboðsmaður skuldara eins og þú varst að nefna Ásta Lóa. Ég sé líka eins og Útlendingastofnun, Vinnumálastofnun, þetta eru stofnanir í raun og veru sem að hafa tekið sér eitthvað svona varðhundshlutverk og ganga miklu lengra í því að rannsaka og tortryggja einstaklinga og hundelta þá í einhverju og jafnvel kasta krónunni en hirða aurinn í einhverju svona eftirlitshlutverki með fólki sem jafnvel í félagslega erfiðri og vanmáttugri stöðu gagnvart þessum stofnunum. En síðan sjáum við eins og í þessum aðgerðum núna gagnvart í COVID, hlutabótaleiðin, að það er svona, það stendur ekki einu sinni til að eftirliti til dæmis með nýtingu fyrirtækja á þessari leið. Það má bara koma svona eftir BH með tíð og tíma, þá liggur ekkert á. Og það bara það eitthvað viðhorf í þessu sem skakkt. Að það hægt að mylja undir fyrirtæki og atvinnurekendur, en það hægt að beita valdi og svona niðrun gagnvart einstaklingum sem eru í viðkvæmri stöðu. Þetta svo sárt að horfa upp á þetta. Já, þetta bara nákvæmlega það sem við erum að berjast við og þetta býr til viðhorf gagnvart fólki sem getur og erfitt með að verja sig. Þannig að þetta alveg nákvæmlega þetta og þetta það sem við upplifum hjá Tryggingastofnun. Hún bara einfaldlega ekki að vinna að hagsmunum hópsins einhvern veginn, heldur bara einhver varðhundur einhvers annars og túlkar lög og reglugerðir. Við höfum séð að það gerir það bara einhvern veginn bara vitlaust til dæmis. Við sáum það með búsetuskerðingarna sem við köllum svo. Að í 10 ár eða frá hruni hefur Tryggingastofnun, hún fór að túlka rétt fólks til lífeyris hér á landi sem hefur búið erlendis á einhvern allt annan hátt sem minnkaði tekjur fólks eða framfærslu alveg gríðarlega mikið. Og það var, þegar upp á staði, þá var það röng túlkun, það urðu að gangast við því að þeir voru búin að snúa þessu alveg á hvolf í 10 ár og við erum ennþá núna, það er komið, ég man ekki hvernig það var 2018 sem að byrja að skoða þessu mál alvarlega og við erum ennþá allavega 2 ár eftir sem fólk á að fá leiðréttingar því það verið að fara í gegnum mál hvers einasta einstaklings og meðan býður fólk og er búið að verða fyrir miklum tekju skadaðast alveg heilum. Fólk sem var skilið eftir á framfærslu sem engin leið að lifa. Fólk sem var kannski frá 90 skall á mánuði eða eitthvað. Já, eitthvað til þess. Það er bara fáránlega illa sett fólk.
bara Bara mannréttindabrot. óbúslega grimmt hvernig þetta var gert og samt tekur þessi stofnun sér leyfi bara til þess að taka mörg ári að leiðrétta hjá fólki og það fær ekki þessi 10 ár, það fær bara sko einhver 2-4 ár aftur í tíman. Þannig að þetta bara mjög alvarlegt finnst mér sko, hvernig hvað vald hún tekur sér. Mér finnst þetta kemur svolítið aftur að sko útgangspunktinum og sko kerfið, það lítur ekki á sig sem, það virðist ekki líta á sig þannig að það sé til fyrir fólki, það virðist að líta þannig að fólki sé til fyrir það. Og þetta er gríðarlega, það skiptir gríðarlega miklu máli á hvora afstöðuna þú tekur. Og þú veist, þannig að það einhvern veginn, allar stofnanir þess fara meira og minna í að verja kerfið. Já. En í staðinn fyrir að hugsa, við eigum að hugsa vel fólki, af því annars væri við ekki til. Og það sem er rosalega slæmt í þessu, að það eru búin til, eins og nú náttúrulega eins og nefni ég bara aftur umboðsmaður skuldar, búin til eitthvað, þú veist, sem að fólk heldur að ég vera til hjálpar, en þetta er algjörlega bitlaust embætti. Og þetta er það rétt ástæðan á að þetta sé bitlaust? Þetta er notað þetta embætti til þess að raunverulega að halda skuldur niðri, að verja hagsmuni banka og lánastofnana, það stofnunin gengur út á það. Já, sko, málið er að henni er ætlað að hjálpa skuldurum að finna út hvernig þau getur staðið undir, sem sagt, kröfum bankana. Það er ekki hennar hlutverk samkvæmt lögum embættið að mótmæla eða athuga málin eða neitt. Henni er bara ætlað að hún tekur við þessu og hún finnur út hvernig skuldara geta staðið undir þessu. Og þeir hafa ansi margir þurft að fara í gegnum afskaplega harðar aðgerðir til þess að geta fyllt þessum væntingum. Við höfum stundum fengið til okkar fólk sem hefur svo verið þarna og það kemur svo til okkar og þá kemur bara ljós að kröfur bankana eru bara ekkert löglegar og þegar slagurinn er tekinn þá fæst það við leiðrétting einhver. Stundum meira og með stundum minni og þetta, þú veist, þetta er bara svo slæmt og líka er annað sem ég langar að segja, hún vinnur út frá, embættið vinnur út frá hlutleysi og ég bara, þú veist, af hverju? Það standa allir með fjármálakerfið. Allir, þú veist, það eru sko stjórnkerfið og náttúrulega peningarnir og dómskerfið og allir. Svo kemur aumingja litli skuldarinn til einu manneskjuna sem á að heita umboðsmaður hans og sá aðili situr og segir, ég er náttúrulega bara hlutlaus og ætlar að skilja rosalega vel allt sem bankinn segir. Þetta náttúrulega, þið bara skoðið þetta, það bara gengur þetta ekkert upp. Og nú er ég náttúrulega ekki að segja að aldrei sé neitt. Skilur sem að bankan, þú veist, ég er ekkert að alafa neitt með þannig, en skuldarinn þarf eitthvað sem stendur með honum og berst fyrir hann. En ekki sem að skilur bara bankana. Alma, má ég spyrja aðeins út í þetta sem að Ólína er að benda á að við vitum það að öryrkjar sem eru á lífeyri frá Tryggingastofnun og skuldara sem sækja til umboðsmanns skuldara þurfa bara að opna alla sína bækur og það eru dæmi það að sko Tryggingastofnun getur bara fylgst með bankareikningum hjá fólki. Svo þegar það þarf að styðja fyrirtækjaeigandann til þess að koma þetta gegnum COVID, að þá er eiginlega ótilvíðilegt að vera að ræða það að hann geti hugsanlega misnotað eitthvað eða að gera hann einhverja kröfur og þetta er nú alls ekki hugsað þannig að þetta var almennar aðgerðir og þú kannast við þetta úr orðræðunni. Þetta er náttúrulega ótrúlegt manngreiningarálit sem að stjórnvöld raunverulega standa fyrir. Að sumt fólk er bara ófínt til þess að megi gera á það kröfur og annað fólk er bara svo ófínt að við getum gert á það alla kröfur. Bara, ég veit ekki hvernig þú varst að spyrja. Ölmu, ég var að pröfa að spyrja Ölmu af því að hún er mest talað spilafíkla. Ég er að spyrja hana stöðu öryrkja og skuldari líka. Já, ég sko, ég er svo sem ekki, þú veist, minn hópur er náttúrulega, hann hefur leitað til umboðsmanns skuldara og þessi hópur fer inn á örorku líka og við höfum vakið máls af því að, sko, ég tala nú oft svona zombies í heilbrigðiskerfinu okkar því að þessir einstaklingar, þeir leita sér hjálpar, þeir reyna það fyrst til að byrja með. Og það er einmitt svolítið
gaman, það er fróðlegt að hlusta á því Ásta, því að sko spilafíklar verða fyrir hvað segir maður, ekki fordómum, jú örugglega, þetta er kannski bara þekkingarleysi, því að það sló mig svolítið þetta sko, fjármálanámskeið, þetta er svolítið með spilafíklana að já, ef þeir væri nú kannski aðeins ábyrgjari í fjármálum og væri nú kannski svolítið skynsamari. Fjármálalæsi hefur verið sagt, kenna fólki fjármálalæsi. Ótrúlega skemmtilegt orð. Sko, þetta er akkurat vandinn og spilafíklar hafa orðið fyrir, hafa lent í veseni með fjármálakerfið og þeir eru að kljást við þessu skuldir, þeir eru að semja skuldir og annað, að það er ofsalega, sko, það er eigin munur hvort þú ert að kljást við virkan spilafíkil eða óvirkan og menn hafa fengið setningar eins og já, þú hefur aldrei staðið í skilum áður og fólk er að reyna að útskýra nei að því ég var virkur spilafíkil og það vita þetta allir innan fjármálakerfisins. Ég meina þjónustufulltrúarnir, þeir vita þetta. Sko, fólk er búið að vera að taka lán, þú veist, það er búið að skipta þakið á blokkinni örugglega 4-5 sinnum. Þú veist, það er alltaf eitthvað svona óvænt, spilafíklar eru alveg einstaklega, hvað segir maður, góðir í að búa til sögur til að útvega sér fjármagn. Og þannig að þjónustufulltrúin er löngu farin að gera sér grein fyrir að það er eitthvað að. Við höfum talað fyrir því að búa til einhvers konar úrræði fyrir spilafíkla innan fjármálakerfisins, því að þetta er ótrúlega duglegur hópur. Og þetta eru einstaklingar sem er oft í mörgum vinnum, þetta eru tekjuháir einstaklingar, því að þetta er alveg ótrúlega dýr fíkn og við erum að sjá fólk spila fyrir, þú veist, allt frá einhverjum, þú veist, 10, 20, 30.000 upp í milljón og sólarhring. Og það er mjög dýrt að halda því úti í mjög langan tíma. En vandinn aftur á móti er að kerfið hefur ekki verið tilbúið til að taka við þeim eða mæta þeim eða leysa úr þeirra málum og umboðsmaður skuldara virðist einmitt ekki setja sig inn í aðstæður og er vissulega ekki að vinna fyrir spilafíkla. Svo mikið er víst. Og við höfum líka einmitt verið, þú veist, þessi hópur er að fara inn á örorku og er ekki að fá neina úrlausn sinna mála, byrjar í virk og svona fetar upp þrepin þaðan. Þetta eru einstaklingar sem við þurfum í rauninni ekki að vera að sjá inn á örorkunni. Við þurfum að bregðast við fyrr og vera með einhvers konar úrræði og endurhæfingu og því þetta fólk þráir að komast út á markaðinn aftur og vera virkir samfélagsþegnir. Ég langar aðeins til að taka boltan vegna þess að þetta er nákvæmlega sem maður er að sjá að það er fullt af fólki sem þarf ekkert að vera á ekkert endilega farin á örorku og bara hefði ekki, ef að kerfið myndi bregðast fyrir á réttari hátt og ég er bara að spá í til dæmis eins og fólki sem misti heimilin sín í hruninu, það er ekki búið að rannsaka það, hvað margir eru raunverulega komnir bara inn á örorku vegna þess að þeir hafa bara mist heilsuna vegna fjármála áhyggja af sín eigin framfærslu og það er bara ofsalega stór hluti og þarna eru foreldrar og þarna eru börn sem hafa ólust upp í mikilli streitu sem eru líka orðið ungt fólk í dag og við vitum ekkert af hverju það er hvort getur verið hluti af þessu að þau ólust upp í mikilli streitu og fjárhagsvandi foreldrar hafi haft áhrif á þann hóp til dæmis. Þannig að það er ágefni. Við höfum einmitt tekið þennan pól og rætt þetta í nokkrum sinnum. Ég hef skrifað allavega einhverja greinar þar sem ég talaði þetta og við höfum tekið þetta upp. Að kostnaðurinn nefnilega við þetta, við þessi 15.000 heimili sem er, þú veist, hann er fjárhagslegi kostnaðurinn og skaðinn er í rauninni minnst. Og ég held að það sé nefnilega engin tilviljun hvað við erum að sjá mikið af alls konar kulnunarsjúkdómum, kvíða og öllu þessu sem er álagssjúkdómum sem er að koma upp núna vegna þess að fólk lifir ekkert svona endalaust. Og ég ætla bara að vera heiðarleg og segja bara, þú veist, ég fór á þennan vegg síðastliðið haust. Það er bara allt í einu bara, þú veist, og þessu hefur verið lýst við mig, þetta er bara svona eins og þú sért búin að vera í þeytivindu í
á 1400 snúningum í 11 ár eða þaninn bogastrengur allan þennan tíma eða eitthvað, sko, og það á enginn að þola það. Við erum ekki byggð til þess. Og ég veit bara þarna aftur af því að það, þú veist, ég veit að foreldrar reyna að leyna svona fyrir börnum sínum eins og hægt en börn finna og þau skynja og þau vita alveg hvað í gangi. Og ég, eins og ég segi bara, sko, skaðinn á þessu, hann bara ómældur og hann á eftir að koma fram og það hefur, eins og þú segir, það hefur ekki farið fram rannsókn á þessu. Við höfum náttúrulega í okkar aðalkrafa rannsóknarskýrsla heimilanna, við náttúrulega höldum henni núna aðeins tilbaka og við höfum farið gegnum COVID, en það ekki gleymd krafa, hún verður tekin upp og alveg í gangi. Það líka, sko, þú veist, öryrkjar alveg klárlega partur af þessum hópi sem fór hvað verst út og og fólk á leigumarkaði. Ég fór einhvern tímann, ég held að skömmu eftir ég var formaður, þannig að það ekki séð svona 3 ár síðan, ég fór á einhvern fund í Íbúðalánasjóði þar sem að vera að tala ég tala þróunin á húsnæðismarkaði eða eitthvað og svo kynna þeir þarna eitthvað línuritt og segja, og svo verður bara allt í einu alveg rosalegu vöxtur á leigumarkaði 2010, 9 og 10 og eitthvað svona og þeir eru bara eins og þessi bara steinhissa á þessu. En málið að vöxturinn á leigumarkaði, hann í beinu, þú veist, hann bara í línulegu samhengi við þá sem að mistu íbúðir sína. Og þú veist, þetta var svo mikill óþarfi, þetta átti aldrei að þurfa að gerast á þennan hátt, aldrei nokkuð tíma og við verðum að koma í veg fyrir að það gerist nú. Enda hjá þér, Ólína, þetta með gölluðu stjórnmálin, hvernig geti mögulega lagast þetta með ákafri baráttu, meðal annars þessara hópa sem við verum að tala hér og fleiri sem að koma fram og breyta því. En svo líka þessi hugmyndum að valdi þarna á bakvið, það eflist líka og það þolir kannski alls konar baráttu. Það alveg saman hvað baráttan hörð og minnst ekki. Það skiptir ekki máli hvað þessi 70-80% þjóðarinnar sem eru fylgjandi einhverju skoðun, það hefur ekki nein sérstök áhrif. Svo það líka kemur fram að stofnanir okkar eru svona spiltar af manngreiningsáliti og ákveðnum fordómum. Það sagði ungur maður við rauðaborðum daginn að hann vissi ekki alveg hvar Íslendingar ættu að byggja upp góð gildi því að hann sagði bara ekki góð gildi í samfélaginu. Sko, hvar í samfélaginu eru þessu góðu gildi sem við ættum að byggja upp? Hvernig lögum við þetta? Það með baráttunni? Það þurfum við bara eins konar andlega vakningu að átta okkur á því að hvernig samfélagið okkar Ásta Lóa hefur talað svona hvaða útgangspunkt við höfum. Er samfélagið til þess að hverjum á það að þjóna og eru stofnanir okkar að þjóna því? Þú voru að koma lausnina. Hver leiðin út? Já, ég er náttúrulega ekki með töfralausnina á reiðum höndum, en ég held sko við þurfum með þetta alltaf ykkur að vakningu. Við þurfum ofta að reka okkur á og skella eitthvað staðir í vegg til að átta okkur. Samfélag ekkert síðan en einstaklingar. Og það gerðist til dæmis í hruninu og eftir hrun að það varð ákveðin vakning í samfélaginu þó að það næðist kannski ekki þær endurbætur sem að var stefnt og svo samfélagssátt sem við stefndum að, hún varð ekki að veruleika. En núna erum við aftur í svolítið svipuðum sporum atriði. Bæði höfum verið minnt á forgengileika ýmissa veraldlegra atriða sem við göngum að sem vísum í þessu kófu sem við erum að stíga út úr og stöndum frammi síðan fyrir þessari kreppu sem framundan er. Við erum bara stödd í svikalogninu núna. Áhrifin af því sem gerst hefur eru ekki raunverulega byrjuð að bíta. Þau byrja að bíta núna fljótlega þegar uppsagnarfrestir líða og svo framvegis og kreppan fyrir að koma niður á heimilunum raunverulega. Og sko, svona atburðir eins og við erum að ganga í gegnum núna, þeir náttúrulega vekja okkur. Við sjáum til dæmis hvaða áhrif það hafði á umhverfismálin í heiminum. Sú stöðvun sem átti sér stað. Allt í einu fóru Indverjar að sjá Himalajafjöllin sem höfðu ekki sést í áratugi. Allt í einu fóru að sjást til himins, sumir fóru að upplifa heiðskýran himinn sem höfðu aldrei séðan áður. Við sáum hvernig umferðin breyttist á götunum, við áttuðum okkur á því að við skildum loksins
hvað það var sem skipti okkur mestu máli í lífinu. Við fundum fyrir þörf fyrir að halda utan okkar nánustu á netinu og með auknum samskiptum þó við gætum ekki snert á. Þannig að það voru svona ákveðin gildi sem að festu sig og við vorum minnt á. Við sáum líka að stjórnvöld sýndu ákveðina viðleitni sem að var nú kannski svolítið svona gott að sjá að það var svolítið snöggt viðbragð og menn vildu virkilega vanda sig. En leið höfum við líka orðið vitni að því hvaða undirstraumar eru svo hægt og rólega að taka völdin á meðan á þessu stendur. Og þess vegna það þarf alltaf hvort tveggja, það þarf að vera barátta og það þarf að vera, við þurfum líka stundum að reka okkur á til að vakna og við erum svolítið í á þessari vakningarstund núna og við megum ekki láta það tækifæri okkur úr greipum ganga í raun og veru. Og ég held að það sé líka bara mjög mikilvægt núna að við sjáum það til dæmis hvað upplýsingagjöf skiptir miklu máli, gagnsæi, hvað það skiptir miklu máli. Sú krafa verður aldrei vanmetin að gera endalausa kröfu gagnsæi og lipra upplýsingagjöf frá stjórnvöldum. Núna til dæmis í þinginu til umræðu nýtt frumvarp upplýsingamál sem hefur hlotið mikla gagnrýni og það einmitt svona eitt af þessum hlutum sem að almenningur kannski tekur ekki mikið eftir og áttar sig ekki á hvað hann á sjálfur mikið undir því hvernig farið með upplýsingamál, til dæmis á hálfu stjórnvalda út í samfélagið. Þannig að við þurfum alltaf að vera á varðbergi og það mjög mikilvægt eins og það sem þú ert að gera núna Gunnar Smári með þessum umræðuþáttum hér á netinu að halda uppi gagnrýninni umræðu og láta aldrei deigan síga og veita þeim rödd sem hafa verið hliðsettir. Því að það sú umræða sem skiptir máli, það hún sem að skilar sér með tímanum. Við sjáum hvaða mikla vakning hefur verið að eiga sér stað í verkalýðsbaráttunni til dæmis. Við sjáum algjöra endurnýjun hugmyndastrauma og aðferða með nýju forystufólki. Það var eitthvað sem hefði verið bara óhugsandi fyrir kannski 7-8 árum síðan. Þannig að dropinn holar steininn. Já, þetta fín messa. Ég fyrirgefið hvað ég var langorð. Nei, ég var að þakka þér fyrir hana. Í upphafi Hvítasunnuhelgar, vaknið. Það vaknið helst þannig að standi svona logi upp á hausnum á okkur og förum og berjumst eftir helgina. Ég þakka ykkur sem sátu með mér í kvöld og hjálpuðu mér til þess að reyna að átta mig á því á hversum tíma við lifum og leyfðuðu öðrum að hlusta á. Ólína Kjerúl Þórðardóttir, Ásta Lóa Þórsdóttir, Alma Hafsteins og Þuríður Harpa Sigurðardóttir. Þakka ég kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Og hlustendum þakka ég kærlega fyrir að hlusta. Við verðum aftur eftir helgi. Við höfum ekki ennþá ákveðið hvort við verðum á mánudaginn eða þriðjudaginn. Mánudaginn annar í Hvítasunnu. Við sjáum til. En helgina verður Ögmundur Jónasson með þátt sinn Kvótan heim. Ég hvet ykkur til að fylgjast með honum. En takk fyrir í kvöld og góða helgi.